Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Brynhildur Pétursdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil byrja á að þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir ávarpið. Við í Bjartri framtíð höfum haft ákveðnar efasemdir þessa skuldaleiðréttingarleið sem Framsókn boðaði fyrir kosningar og svona efast að hún sé réttlát og kannski bara raunhæf. Við samþykktum þingsályktunartillöguna sem stjórnvöld lögðu fram í vor því við ætlum ekki að standa í vegi fyrir því að þessi mál verði skoðuð. Þvert á móti, við viljum að það liggi fyrir ítarleg greining áður en nokkuð verður gert. Og það gildir líka sérstaklega afnám verðtryggingarinnar. Það verður ekki gert nema að vel athuguðu máli. Ég á mjög erfitt með að sjá fyrir mér svo sem hvernig þessi útfærsla á að vera og það mun þá bara koma í ljós. En ég skil ekki alveg hvernig hún á að geta orðið réttlát og hvernig það á að vera hægt að leiðrétta hrun. Hvar verða mörkin dregin? Hverjir nákvæmlega fá leiðréttingu? Verður leiðrétting fyrir þá sem kannski árið 2007 áttu töluvert í sínu húsnæði en ákveðið að veðsetja og nota peningi til að fara til Flórída, eða verður bara leiðrétt fyrir þá sem að sannarlega eru með lán vegna fasteignakaupa? Hvar verður líka tímalínan dregin og verður eitthvað þak? Og síðan spurningin, og það stór spurning, hvernig hvort svona aðgerð hafi áhrif á fjármálastöðugleikann og hvort að þetta sé besta meðferðin á almannafé. Það verður mikil áskorun að ná hallalausum fjárlögum og hvað þá við förum að skila einhverjum afgangi. Og því hefði ég nú haldið að vera forgangsverkefni að lækka skuldir ríkisins. Það kemur sér vel fyrir alla. Og svo má einnig velta fyrir sér hvað með þá sem voru á leigumarkaði allan tíman. Hvernig á að leiðrétta hjá þeim. Við vorum í óundirbúnum fyrirspurnum í dag að tala um umboðsmann skuldara á Akureyri og þá að loka stofnuninni þar og verður hún bara staðsett á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesbæ. Þýðir það að skuldavandinn mestur á suðvesturhorninu og hvernig verður þá einhver leiðrétting, verður þetta tilfærsla á fé frá landsbyggðinni til suðvesturhornsins, þar sem skuldirnar eru mestar? Þetta allt hlutir sem við þurfum að fá úrskorið. Og mér finnst þetta mjög merkilegt að menn fari út í gefi kosningaloforð sem svona flókið og var kannski meira bara einhver svona hugmynd en ekki beinlínis kosningaloforð. Og síðan finnst mér alveg eins og hafi gleymst í umræðunni að Sjálfstæðisflokkurinn gaf nú ekkert eftir í þessum efnum og það er hægt að sjá á heimasíðunni 2013 xd.is að þar er verið að boða aðgerðir þar sem að til dæmis er verið að lofa alltaf 40.000 kr. skattafslætti vegna innborgana á íbúðarhúsnæði, afborgun sem að leggst inn á höfuðstólinn. Þeir sem eru að safna fyrir íbúð áttu líka von á einhverjum skattafslætti og einnig þessi séreignarlífeyrissparnaðarleið sem var fjallað hér áðan. Og þetta er ekkert lítið loforð sem þarna á ferð og þess vegna vekur það athygli að stjórnarflokkarnir skuli ekki vera 7 mánuðum eftir kosningar vera búnir að koma sér niður á einhverja niðurstöðu í þessu máli. Því báðir flokkarnir lofuðu einhvers konar skuldaleiðréttingu. Ég er þeirrar skoðunar að hrun verði því miður ekki svo auðveldlega leiðrétt. Þess vegna er forgangsverkefni stjórnvalda alltaf að koma í veg fyrir hrun, að tryggja efnahagslegan stöðugleika til þess að minnka líkurnar á hruni. Og hvers vegna? Vegna þess að hrun er óréttlátt og það bitnar mismunandi á fólki. Það er jafnvel dæmi að fólk hafi grætt á hruninu. Ég var alveg til í að eiga eignir í útlandi núna, geta komið heim til Íslands og keypt krónur á hrakvirði. En hrun er óréttlátt og það verður ekki svo auðveldlega leiðrétt. Þess vegna finnst mér ábyrgðarhluti þegar stjórnmálamenn tala eins og það sé einhvern veginn hægt að leiðrétta hrunið og leiðrétta skuldirnar. Það er hægt að milda áhrifin, það er hægt að reyna að jafna byrðarnar og mér finnst ekki réttlátt þegar fyrri ríkisstjórn er sökuð að hafa ekkert gert. Það var heilmikið gert en það er líka ljóst að það er enn hópur sem stendur illa og það þarf að finna úrræði fyrir þann hóp. En ef það væri auðvelt að leiðrétta hrunið þá væri stjórnarflokkarnir búnir að leggja fram einhverja lausn. Og þessar lausnir vantaði ekki í kosningabaráttunni. En við skulum bíða og sjá, við tökum í sjálfu sér tillögunum með opnum huga, ég ætla ekki að gefa mig neitt, en ég vil ítreka að það er líka hlutverk okkar stjórnmálamanna að tryggja að aðgerðir setji ekki
efnahagslegan stöðugleika í hættu. Það bara mjög mikilvægt. Og svo að því að ég hef nógan tíma, þá ætla ég aðeins að halda áfram, því mér hefur fundist mjög merkilegt hvað allt í einu var mikill áhugi hjá stjórnmálamönnum og stjórnmálaflokkum að bæta hag heimilanna. Það gerðist eftir hrun. Ég nefni þessi dæmi að 14 sinnum var lagt fram hér á Alþingi frumvarp greiðsluaðlögun. Fyrst árið 1994. Það var fyrst samþykkt eftir hrun, 2009. Þá voru lögð fram 3 frumvarp á einhverju 2 vikna millibili. Það var hægt að samþykkja þetta frumvarp. Lög ábyrgðarmenn voru lögð fram 7 sinnum. Þau voru samþykkt eftir hrun. Lög innheimtu voru líka samþykkt einhvern tíma í hruninu, ef ég man rétt. Þannig að mér finnst forvitnilegt að sjá hvað fjármálafyrirtækin höfðu mikil völd fram að hruni. Það var ekki einu sinni hægt að koma í gegn sjálfsögðum réttarbótum fyrir hin margumtöluðu heimili. Það var ekki hægt fyrir bankarnir voru farnir á hausinn, því leið og peningarnir hurfu, þá hurfu völdin. Mér finnst þetta umhugsunarefni og mér finnst að stjórnmálaflokkar okkar eigi alltaf að hafa hag heimilanna í fyrirrúmi, ekki bara þegar það rís upp stór hópur, hávær hópur af fólki sem tala fyrir skuld og heimil. Heimilin voru líka í vanda 1994. Þetta ár þegar frumvarpið var greiðsluaðlögun var flutt í fyrsta sinn, en það hafði bara fáir þingmenn áhuga á málinu þá. Ég ber hag heimilanna fyrir brjósti og mun aldrei láta segja annað um mig, en ég efast að einhver millifærsla frá ríkissjóði til skuldugra heimila sé endilega gáfuleg framkvæmd. Stöðugur gjaldmiðill, lág verðbólga og aukinn kaupmáttur er það sem heimilin þurfa. Við getum haldið áfram að tala um skuldaleiðréttingu til að draga athyglina frá hinu raunverulega vandamáli sem er ónýtur gjaldmiðill. Hvenær ætla menn að horfast í augu við það? Hvaða áhrif hefði það til dæmis á heimilin ef vaxtastigið í landinu myndi lækka? Ég geri mér grein fyrir þetta efni í aðra umræðu, ég vil bara ítreka að sá gjaldmiðill sem stjórnvöld eru svo umhugað að halda í stendur beinlínis í vegi fyrir því að heimilin njóti. Heimilin þurfa kaupmáttaraukningu og lágt vaxtastig. Það er almenn aðgerð sem myndi vel fyrir alla. Gjaldmiðill sem við notum núna er í rauninni bara ávísun á gengisfellingu með jöfnu millibili. Og ríkið hefur ekkert efni á að leiðrétta innan gæsalappa þessar gengisfellingar sem að ríða hér yfir landið á einhverja áratugafresti. En skuldaleiðrétting er sem sagt sértæk aðgerð og við skulum sjá hvað kemur út úr öllum þessum nefndum sem að hæstvirtur ráðherra vitnaði í. En ég kalla eftir skýrri framtíðarsýn stjórnvalda. Hvernig ætla þau að tryggja hag íslenskra heimila með krónuna að vopni? Hvernig ætla þau að koma í veg fyrir annað hrun, aðra gengisfellingu? Hvernig ætla þau að tryggja aðgerðir í þágu skuldugra heimila valdi ekki þenslu eða verðbólgu og hækki þar með aftur skuldir heimilanna? Þessari spurningu verða stjórnvöld að svara.